Riðurannsóknarstofa, það sem við erum að gera þar er að við erum að skima fyrir riðu sem er aðalega þá riðu í sauðfé, en við erum einnig að fá sýni úr geitum, nautgripum og stundum hreindýrum, og þetta er sjúkdómar sem er af völdum smitandi próteins eða prótein sem er á umbreyttu formi, þannig að við erum að leita því í heila sínum þar sem þetta prótein safnast upp í veikum dýrum. Og við erum aðalega kannski að fá sýni úr haustslátrun, þá kemur svona kúfur af sýnum, fá sýni úr fullorðnu fé sem er slátrað á haustin, og erum að prófa þessi sýni með tvenns konar prófum. Í fyrsta lagi ELISA-prófi, sem er þá svona fljótvirkt skimunarpróf, og það gengur út á það að við einangrum þetta riðusmitefni og mælum það hvort að það finnst í sýninu, og ef við finnum jákvætt sýni, ef eitthvað reynist jákvætt, þá gerum við annað próf sem heitir Western-blot og byggist á að keyra þessi prótein á geli og leita ákveðnu mynstri, þannig að við getum notað það sem staðfestingarpróf og annars vegar og hins vegar til að greina mismunandi riðuafbrigði, því að þetta skimunarpróf gerir það ekki. Við þurfum að til dæmis að geta greint á milli hefðbundinnar riðu, sem er það sem við erum búin að vera kljást við á Íslandi í mörg ár, og hins vegar svo kallara norsku riðu, eða NOR 98. Hún er ekki talin smitandi eins og hefðbundin riða, þannig að það þarf að gera próf til þess að greina á milli þessara afbrigða. Sýnafjöldin, við erum að prófa svona á milli 3.000 og 4.000 sýni á ári, og megnið af þeim sýnum er úr heilbrigðu sláturfé sem kemur úr fullorðnum kindum. Tekið við bara slátrun á haustin, en einnig fáum við, og það getur komið á hvaða tíma árs sem er, sýni úr kannski dýrum eða kindum með einkenni. Það geta verið taugaeinkenni sem benda til riðu, og einnig fáum við sýni úr fé sem hefur verið drepið af öðrum orsökum, kannski öðrum sjúkdómum, af því að einkennin geta verið ýmiss konar. Og síðan fáum við alltaf einhver sýni úr nautgripum, og það eru yfirleitt eldri kýr, og svo hefur aðeins líka verið leitað að sams konar sjúkdómi sem finnst í hreindýrum, og það eru þá sýni sem eru tekin á veiðitíma þeirra á haustin. Það hefur komið í ljós að erfðabreytileiki kinda hefur áhrif á riðu eða næmi þeirra fyrir sjúkdómnum. Þannig hvort þær veikjast og hvernig sjúkdómurinn þróast. Þannig að við höfum verið að fylgjast með því, og þegar við finnum jákvæð sýni eða riða greinist á bæjum, þá er yfirleitt fylgst með eða gerð arfgerða greining af þeim sýnum, sem jákvæðu sýnum, og síðan eru tekin sýni úr einkennalausum kindum til samanburðar. Þetta er svona meiri eins og vöktun á því hvaða kindur eru að veikjast. En það hefur ekki verið hægt að nota þetta til mikillar ræktunar gegn riðunni, eins og er verið að gera víðs vegar Evrópu, meðal annars vegna þess að við höfum ekki fundið þá arfgerð sem hefur reynst vera mest verndandi í íslensku sauðfé, en hins vegar hefur verið reynt að losa sig við áhættuarfgerðina úr sæðingarhrútum, og það er það gert með því að skima þær kindur sem koma, eða þá hrútar sem koma til greina þar.